Þeir sem eru nákomnir þolandanum geta verið algjörlega grunnlausir hvað er í gangi í sambandi þolandans, en jafn líklegt að þeir sjáu það skýrt. Það viðbúið að þolandi gangi gegnum það stig að afsaka gerandan, gera lítið úr ofbeldinu og streitast gegn öllum tilraunum til aðstoðar. Munum að það getur verið vegna ótta afleiðingar þess að gera minnstu breytingar. En það engin valkostur við það að reyna að koma til hjálpar. Hægt að rjúfa mynstrin hvenær sem og lögregla og aðrir ættu að átta sig á hvaða stigi sambandið og þá hvernig fyrirsjáanlegt að það þróist ef ekkert að gert. Höfum í huga þegar þolandi vill ekki tjá sig við lögreglu og jafnvel býr með gerandanum, þá það oft vegna ótta við aukið ofbeldi af völdum gerandans ef þolandi tjái sig við lögreglu. Haldi sambandið áfram, þá hættir nauðungarstjórnunin aldrei. Höldum augunum og faðminum opnum fyrir þolandan og börn hans.